Ég er stattur í einni af aðalbyggingum Reykjavíkurborgar og ég er búinn að vera að tala með Gunnar Hersvein. Hann er heimspekingur og er að skrifa svolítið skemmtilega bók sem er að koma út þjóðgildin. Og það er heilmikill innblástur að hlusta á Gunnar Hersvein því að hann er að orða núna í því sem við erum að gera þessi þjóðgildi í stuttum meitluðum setningum. Og þetta eru setningar sem eru svolítið innblástur. Og það er gaman að þessi bók sé að koma út núna þegar fólk er að tilkynna framboðin sín til stjórnlagaþings vegna þess að framundan er mjög mikil umræða, samtal það hvers konar þjóð við viljum vera og hvernig við viljum að það birtist í stjórnarskránu okkar. Og ég held að séu spennandi mánuðir framundan. En ég var líka að koma af landsmóti æskulýðsfélaga. Þar voru á 700 unglingar komnir saman og ég held að þessir unglingar eigi svolítil skilaboð handa þjóðinni okkar og líka handa öllum þeim sem ætla að stíga inn á stjórnlagaþingið. Og skilaboðin eru 3 slagorð sem þau unnu út frá. Og það fyrsta er þetta: enginn getur gert allt en allir geta gert eitthvað. Og annað var: við erum hendur í þágu góðra verka í heiminum. Og það þriðja var þetta, og mér finnst það að sumu flottast. Það var stelpa sem kom frá Neskirkju sem sagði, þegar var spurð til hvers ertu að koma á þetta landsmót æskulýðsfélaga kirkjunnar: ég er komin til að hjálpa til við að bjarga heiminum. Enginn getur gert allt en allir geta gert eitthvað, og eitthvað hvað? Við ætlum að hjálpa til við að búa til betri heim, betra samfélag, því að hendurnar okkar eru hendur í þágu góðra verka í heiminum. Það eru svolítið góð skilaboð og á það minna unglingarnir okkur. Og ég held að það sé næsti inn í umræðuna hvers konar Ísland við ætlum að byggja upp.